4, 5. dagur, allt að gerast eftir 9 fyrir blöð hefur hafið göngu sína og móti mér situr engin annar en Hjöppi K. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er mjög góð. Þú lítur svo vel út núna að það er að goddamn shame að við skulum ekki verið í sjónvarpi. Já, ég er sammála því. Ég segi ekki annað. Já. Þú ert í fallegri skyrtu og þú ert að leika svolítið með skyrtunar í dag. Þú ert ekki mikið í ból. Nei, ég fíla það. Þetta er eitthvað, En hvernig til dæmis með svona straujar þetta sjálfur eða? Já. Það er ekkert mál að strauja. Nei. Það er rosa gaman til dæmis að bara vera kannski með 5, kannski opna eitt, synga og södra með þetta strauja. Strauja skyrtuna hérna? Já. Þetta er rosalega lítið mál. Gætur þú að taka mig í kænslu? Ég kann ekki að strauja. Nei, þetta er ekki erfitt út og lítur út fyrir að vera. Nei, en þetta er samt svona ekta sem er gott að kunna. Þú ætti frekar að ljúga mér þetta sé ógeðslega flókið. Þá kannski kem ég heim til neitt synga, þú ert að strauja skyrtuna mína og þá ert þú svolítið yfir mér hafinn. Það er svona eina fáu sem ég kann sem að ekkert allir kunna. Svona bindisnútar, það er líka annað sem ég kann sem að ekkert allir kunna. Ég kann það ekki. Það var að búið. Já, ég kann ekkert að þessu. Ég veit ekki hvað sem ég kann sem aðri kunna ekki. Það er róskum fátt. En við erum mættir hérna í FM 95 og erum með þéttan þátt handa ykkur í dag. Kæru hlustendur, Brjáttbreki er á sínum stað eins og alltaf á 50 dögum flottulagakeppnin. Ertu búin að velja lag í flottulagakeppnina? Já, ég er búin að velja rándýrt lag. Það er eitt lag sem mig langar að setja en ég er að spá ég að geyma það samt. Það er svona, já þetta er lag sem að ef ég verða að fá sigur til dæmis, ef ég myndi lenda undir, það er 6-6 hjá okkur núna, ef ég myndi lenda undir í dag, þá yrði ég að spila það næst. Ég er að spá ég að sem svona my savior song, að morða þannig. En við erum með líka töðhóttni á sínum stað. Ég ætla að taka Q&A á Hjöppa eins og ég gerði með Sveppinn og mun gera við Pétur Jóhann á morgun og sendi fólkinn spurningar á Twitter og Hjöppi þarf að svara öllu sem á hann kemur. Svo er líka góðu gestur á leiðinu til okkar, það er kynlíf á fótum, Arnar Gunnlaugsson. Arnar Gunnlaugsson. Já, what a human being. What a human being. Er hann ekki komið ykkur á Hollywoodstjörnu? Já, herðu, hann er að, ég veit ekki hversu feimin hann er náttúrulega, hann er ekkert vanur að tala opinskátt ástalífi sitt, Arnar Gunnlaugsson. En hann er með aðaleikurinn í Bones. Ég meina, það verður ekki dýrar en það. What a human being. Já, það er bara svona, herðu, hvernig þú heita? Hún aðaleikurinn í Bones. Ok, good shit. Hún heitir Michelle Conlin. Já, Michaela Conlin held ég. Við munum reyna að ræða það við hann hér eftir. Það kemur ekkert óvart ef hann myndi ekki reyna að tala um það. Nei, hann gæti satt pass á það, en við reynum að veiða það upp úr honum. Svo erum við ætlum líka að spyrja hann út í, hann er að reyna að opna kasínó hérna á Íslandi. Og já, það eru einhverjir á móti því og sömur eru með því og við viljum svona að ræða það við hann. Ég er með því, djúlir er með því. Já, er ekki fínt að hafa þetta bara upp á yfirborðinu? Auðvitað er það. Þú elskar kasínó, þannig að þetta er sigur fyrir þig. Þetta er ekkert sigur fyrir mig, slökum aðeins á. Þetta er sigur fyrir þig. Auðvitað á þetta að vera staðan fyrir að hafa þetta í einhverjum rottuhólum út um allan bæ, hafa þetta upp á yfirborði, hafa bara eitt löglegt kasínó. Auðvitað. Ég er sammála því. Við erum að þykjast vera eitthvað ferðamannaland. Það er eitthvað ferðamenn að gera þetta. Bláa lónið loka klukkan 9. Já, ég er að segja. Það þarf að hyrða eitthvað að seðla á þessu liði, sko. Er ekki líka verið að reyna, sko, með perluna? Það veit enginn hvað að gera við hana. Þetta getur bara flottasta kasínó. Á perlan endrast að vera bara einhver bókamarkaður, eða? Já, og DFT-markaður. Já, come on. Já. Rífa þetta í gang, við þurfum að vera aðeins að rífa þetta í gang. Já, nýta þetta hús. Já, eða bara gera eitthvað að viti hérna á Íslandi, sko, fara líka að opna McDonalds. Þá koma einhver útlendingar. Saknar hans? Nei, ég saknar hans ekki, en ef þú verður að koma frá Búlgaríu til Íslands, þú myndir vilja fara bara beint að McDonalds. Þú þekkir þetta bara að við förum eitthvað erlendis. Þá var alltaf farið beint að McDonalds. Sem er pínu sad, en einhvað síður rétt. Það er þetta, sko, hefur það samt ekki aðeins minkað? Já, þú veist, ég man okkur fyrir 10 árin síðan. Það hefði bara aldrei neitt annað komið upp í hún. Það á bara að vera standard procedure í öllum löndum á að vera McDonalds á hún. Já, en einhvern veginn tókst okkur að klúðra því þó við séum einn mesta skyndibita þjóð heims. Við klúðruðum ekkert, við bara gátum ekki vestlaði þetta þegar við vorum svo blokkir. Já, var það þannig. Já, allavega þá finnst ég að vera okkur valda bæði McDonalds og kasínó hér í bæ og þetta er eitthvað sem við ræðum við Arnar Gunnlaugsson hér á eftir. Já, þurfum við ekki eitthvað að ræða við líka við hann um boltan og svona? Jú, hann er hættur. Hann hættur núna daginn. Er hann bara að leggja skóna hættuna alveg? Er hann ekki líka að vera fertugur? Hann er 39 ára þess ári. Já, spáði. Hann lítur út eins og $1 million. Já, það er bara, ég myndi aldrei skjóta hann verið 39 ára. Nei, þó hann sé sköllóttur, þegar yfirleitt eru svona sköllóttur menn frekar lítið útrúar gamlir. Já, takk. Þú veist hvað við. Þeir eru flestir frekar, en hann er einmitt frekar unglegur. Já, mjög unglegur að sjá. Enda búin að næla sér í Hollywood-stjörnu. Ég veit hann er mjög ánægður með það, við skulum vera að tyggja því í útsendingu. Og svo er annað, ef einhver maður á skilið að shout-out hérna í þættinu, þá er það the legend of all time, Ivercut Munson sem á afmæli í dag. Afmæli í dag, maður. Verðum við ekki að hringja hann á eftir?
Jó, ringjum í Ívar Guðmundsson og skoðum til hamingju. Hvernig afmælisdagur hjá Ívari Guðmundssoni? Hann örugglega byrjað daginn á að taka völdklass. Hann byrjaði 6:25 eða hvernig? Já, það reyndar eitt sko. Ég ber endalausa virðingu fyrir Ívari Guðmunds. En þegar maður að vakna þreyttur og vorkina sjálfur sér kannski klukkan kortir í 9 eða eitthvað. Að svo kíkir maður í símann sinni þegar maður fá sér morgumat fyrir inn á Twitter, þá sér maður 3 hours ago, djöfull hressandi að byrja daginn á ræktinni. Maður bara svona, Ívar hættu þessu. Maður vill ekki sjá svona stundum. Þetta bara, þú veist, þetta ekki toppmaður. Já, hann toppmaður, við ætlum að hringi, hann á eftir og óskonum til hamingju með daginn. Spikfeitið þáttur hérna hjá okkur strákunum og ég hveti ykkur til að hlusta til 6. Við ætlum að byrja þetta eins fara á. Flowrider, Wild Ones, Auðun Blöndal og tískugóðið Hjörvar Hafliðason með ykkur til 6 í dag. Og eins og alltaf á þessum tíma dags komið að slúðurpakka dagsins og Hjörvar, ertu til í gott slúður? Já. Ég spá að byrja slúðrið á vini mínum honum Dennis Rodman. Hann má muna sinn fífil fegri greið en þessi fyrrum NBA-stjarna og vandræðagemlingur í afarvondum málum þessa dagana því hann orðinn gjaldþrota. Hann skuldar háar upphæðir og gæti verið á leiðin í fangelsi strákurinn. Hann skuldar yfir $800,000 í meðlög og $51,000 í bætur til fyrrverandi eiginkonu sinnar, Michelle, en hún var einmitt 3. eiginkonunars. Og ef hann greiðir ekki þessar skuldir núna næstu dögum, gæti hann átt yfir höfði sér 20 daga fangelsi. Kallgreiði. Já, og svo vill fjármálastjórinn hans viðurkennt að Rodman sé með allt niður um sig og eigi líka í erfiðleikum með áfengisdrykkju sína. Hann líka eitthvað veikur, sko. Já, hann hefur alltaf verið hálf tæpur að gera. Já, eitthvað ímislegt að trufla hann. Þetta byrjaði alltaf einhvern veginn, sko, manstu þegar hann var í Detroit fyrst. Þá var hann alveg heill. Bara mjög eðlur. Svo hættir hann með, ég held að það verið fyrsta konan hans. Þá fannst hann bara í einhverjum bíl með haglabis og hefur verið svolítið skrautlegur síðan. Fór í San Antonio Spurs, lita á sér hárið hvítt. Já, og svo var það bara orðið eitthvað grín hjá hann, maður lita alltaf á sér hárið og... En hann byrjaði samt á tattoo-menningunni í LDNBA, er það ekki? Jú, hann var alltaf með þeim fyrstu, sko. Fyrsti gæðin til að móra þessu, eða svona, vera með allt mórandi. Já, ótrúlegt að David Stern sé ekki búin að banna tattoo eins og allt annað þarna í þessari deild. En hann ekkert fyrsti körfuboltamaður sem gjaldþrota, sko, það fullt af gæðin búin að fara illa út í. Já, og svo reyndar þetta með áfengisdrykkju hans, sko, ég get alveg vottað að vitna það því að ég sá hann í Celebrity Apprentice, hefur horft á þá þetta með Donald Trump. Nei. Hann var sem sagt keppandi fyrir svona 2 seríu síðan eitthvað. Okay. Hann var alltaf með vodka cranberry. Það var alveg sama hvar hann var og veist, þá með þess að í einni svona þrautinni þá benti mér Piers Morgan honum á það. Ekki klukkan 2 eða eitthvað. Og hann bara, hvað, bara eins og koma sér í gang hérna. Þannig að hann svona eiginlega sýndi könunum það bara þá að hann nætti svona í smá vesinni með drikkina. Það verðist ekki skipta máli hversu mikið peningu átt og getur alltaf klúrað öllu eins og Antoine Walker, hann lenti hans ítli í þessu. Hann fór að hanga með Michael Jordan. Já. Og það alveg dýrt ef að bara vinnuðin einhver ríkasti maður í heimi og þú vilt líka fá að taka upp veskið. Já. Það bara, þú átt ekki, þú veist, ef þú hefur ekki efna að eiga svona vinn, þá bara verður að skipta honum út. Já, sammála því. Herðu, næsta slúður af Megan Fox en slúðurpressan úti vill meina að hún og Brian Austin Green, David úr Beverly Hills 90210, eigi von á barni. Þannig að, samkvæmt þessum fréttum að þá Megan Fox ólétt. Þú ert nú svona, nú ég ekki stríðar, þú ert nú mikill Megan Fox maður, ekki? Mér er svona virkilega sæt, sko. En ákveður segir það bara ekki? Þú varst gríðalúr aðdándinn í Transformers. Já. Og hvað var ég eitthvað neitað fyrir það, eða? Fannst ekki flöstu, hún var valinn kynþokkavist að kona heims á þeim tíma, sko. En ég ekkert eitthvað að grenja yfir hún sé ólétt. Ég var ekkert, nei. Ég taldi mig aldrei eitthvað tjens. Nú, hvað er, þú ekki Megan Fox maður, eða? Semi, ok. Allavega, já, þetta mjög ómerkilegt slúður, hún ólétt, sennilega. Ég ætla að henda slúðurpakkan á krökkunum í Modern Family en þau vilja núna launahækkun fyrir þættina. Það að fara að byrja tökur á 4. sísoninu og þau fá undir $100,000 á hvert þátt eins og staðan í dag. Allir helstu leikararnir en ætla að fara fram á $200,000 á hvert þátt í næstu seríu. Og þess mátti gaman geta að leikararnir í til dæmis Friends fengu allir $1 million per þátt á sínum tíma. Þannig að $200,000 ættu nú bara að vera nokkuð sanngjarnt hjá leikurunum í vinsælasta gamma þætti Bandaríkjanna. Já, ég sé 2 þætti af þessu. Þetta er mjög fyndið, sko. Þetta er hrikalega skemmtilegt. Þau eru bara séð 2 þætti af þessu. Já, ég fíla, ég er bara að sjá alla seríurnar. Þessi feitið hann er mjög fyndin. Cam, já, hann er alveg með þetta.
Hann mjög fyndið. Já, og mér finnst það reyndar eiginlega bara allir. Ég elska pappa líka og litla strákinn þarna. Mér finnst allir fyndir í þessu þáttum. Þannig ég vona að við fái þessa launahækkun. Á hverju? Getur við ekki bara unni $100 þátt eða ekki bara nóg fyrir þetta lið? Jú, svo sem, hvað eru $100? Þetta er 13 milljónir á hvern einasta þátt. Það myndi ekkert grenja það. Nei. Það er aðeins meira við erum að fá hérna á hvern þátt í FM 95 blöð allavega. Já, með við gengi, já. Já, með við gengi í dag. Já, en ég held samt sko að þetta er það vinsæll þáttur að það verður alltaf að þessari launahækkun. Þetta var slúðurpakki dagsins. Ég get líka sagt hérna í lokin að Rihanna segist vera á lausu. Hún vil meina hún sé ekki að hitta Aston Kutcher. Ef það hjálpar eitthvað, þú ert nú mikill Rihanna maður. Já, Nei, ekki. Það breytist aldrei. Nei, og já, það hefur verið svalt að enda slúðrið árið í hönnulagi. Það styttist hérna í kynlíf á fótleggjum Arnar Gunnlaugs og flottulega keppnin Brjánn Breki og fleira. En fáum hérna Warzone, The Wanted. FM 957 og Motorola Razr kynna sérstaka FM-forsýningu á Wrath of the Titans næsta fimmtudag klukkan 20. Annar hluti myndaseríunar sem gefur fyrir hlutanum Clash of the Titans ekkert eftir. Þegar guðirnir berjast hefur það áhrif á alla. The end of the world. Fylgstu með á FM 957 og þú getur fengið miða á þessa sérstöku forsýningu. FM 957 og Motorola Razr. Evrópufrumsýning á Íslandi. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Þáttaröð af Game of Thrones hefst á mánudaginn. Þættirnir verða sýndir aðeins nokkrum klukkustundum á eftir Bandaríkjunum. Tryggður áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það eru Höns og Egil Skull sem færa þér Game of Thrones á stöð 2. Vá er kallar. Tilboð til stórborgarna. London og Köpen á 14.900 krónur til hádegis á morgun. Vá! Dílar.is í dag. Glæsilegt sporttölvúr tilvalið fyrir íþróttafólk á aðeins 1990 í stað 4.990. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Trommusett frá Yamaha, Pearl og Tama. Cymbalar og slagverkshljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Fimmtudagsbomba Pepsi í skemmtigarðinum. Farðu eins oft og þú vilt í 55 leiktæki skemmtigarðsins fyrir aðeins 1990 krónur. Ertu ekki að djóka? Þetta er algjör snill. Fimmtudagsbomba Pepsi í skemmtigarðinu Smáralind. Komdu að leika. Endalaust. Sjáumst 1. apríl. Siggalund.is. FM 95 blöð í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15. Ríkala gott lag. Já, Frikki veit alveg hvað hann að gera. Þá hann sofi ennþá í fermingarrúminu sínu og þá veit hann hvað hann að gera í tónlistinni. Líkur ræfill. Hver sefur ennþá í fermingarrúminu sínu? Svona ángríns. Svona hressandi auglýsing bara hjá stráklum með ekki. Hvað, 24 ára? Já. Sefur ennþá í fermingarrúminu? Nú ertu að verða svo vinnur okkar bara hérna Brjánsson. Já, ég meina, þarna var ég sammála Brjáni, sko. Já. Þetta er rosalega lélegt, sko. Verða ennþá í fermingarúminu. Við getum þetta að hringi í Frikka, láta hann heyra aðeins. En það er 29. mars sem að, já, væri kannski ekki merkilegu dagur nema fyrir þær sakir að Ívar Gudmundsson, Legend of a Man, á afmæli í dag. Og já, það styttist líka í að annað legend mæti þetta í hús og það er Arnar Gunnlaugsson. Það er nóg að vera okkur strákan núna. Og ég var að spara, verður ekki að hringja Ívar fyrst hann á afmæli? Hringdi Ívar Guðmundsson. Ég ætla að tekka svona, hvað gerir Ívar Gudmundsson á afmælisdeginum? Hvað er hann líka, hvað er hann gamall í það, veistu það? Hann er svona 26. Ekki mikið eldri. What a man. Já, þetta er, maður sjá. Hann kemst í kategóriðinu What a Human Being, eða ekki? Já, líka við, sko. Hann er alltaf í formi, alltaf hress, alltaf myndalur, alltaf svona með pínu brún. Alltaf með galopin augun. Maður sjá. Það syngið hérna. Hann lætur aðeins bíða eftir sér. Halló. Er það Ívar Gudmundsson? Ég er hér, maður. Sæll og blessaður. Nú ertu í beint útsendingu þetta á FM 95 blöð. Já, hvað er þetta, maður? Er ég bara á síndalega okkur alltaf? Já, alltaf. Við erum að ringja afmælisbandið. Það er spýtnæl. Já. Til hamingju með daginn. Morgun og þetta magasín bara klukkan 7, sko. Þá er ég löngu vagnað. Já, til hamingju með daginn, Karl. Takk fyrir það. Hvað gerir Ívar Guðmundsson á afmælisdaginn? Það er væntanlega eitthvað rosalegt. Þetta er búið að vera svona frekar, sko, bara rólega hitt afmælistag. Þetta er svo lítið afmæli að það vísu á maður að þakka fyrir hvert ár þegar maður er komin á hann gammal. Þú ert hvað, 28?
28 í dag? Já, í andan nægir því sannlega ekki, en ég töluvert eldri. Hvað kallinn gamall í dag? Ég nú 46 ára í dag. Svo líkur í. Og lítur út eins og $1 million, Ævar. Það bara þannig. Já, ég meina maður allar að trúa því. Já, hvað ertu búin að gera? Ég bara tók ræktin í morgun og það bara þættir á bylgjunni og með Ragga Bjarna í heimsókn og það var bara í gamlu félagum. Á ekki að opna einhverja góða flösku í kvöld og hella þess í sig? Já, ég fæ nú eitthvað hérna gott að borða heima og ætlaði maður að vera ekki að tappa nú einni léttíð allavega. Ná, konan hlýtur nú að degra við Ævar Gudmundsson á afmælisdeginum sínum. Er það ekki eins og ég? Heldur ekkert alltaf upp á afmælið þitt? Ég gera það ef það eru stærri afmælið, en ekki svona þegar þetta er eitthvað. Þetta er 46 og eitthvað. Ég er ekkert að blása í blöðru sko í hvern afmælið þú gerir. Nei, það maður á að fagna öllum svona áfanga. Já, sammála, ég er alveg sammála því, en þetta verður svona, hún hefur búin að halda svo marga afmælisdaga með mér að þetta er orðið klassísk, sko. Já. En helgin, hvernig er helgin hjá Ævar Gudmundsson? Það verður nú sannlega kannski meira veisla bara helgin, allavega það fari ekki eitthvað að lyfti sér pínu upp með einhverju vinum á morgun og... Já, þó það nú væri. Og eitthvað partí á laugardaginn, þannig að ég held að það verður bara skemmtileg helgi. Nóa Station helgi á kallinum? Já, það er all in, það er eitthvað þig. Ég fíla það. Herru, við urðum að kasta kveðju að þig. Takk fyrir það. Love you guy. Love you guy, bye. Þetta var Ævar Gudmundsson. Ég ætla að segja love you guys, en svo glemdi ég náttúrulega, ég var bara að tala um einn mann. Já, það var samt líka að tala um mig. Elskar það mikið líka? Jú. Þetta er en samt ekki mikið eins og manni sem er hérna næstur. Nei, Arnar Gunnlaugsson. Það er stórkostlegur gestur að koma hérna til okkar. Legend af manni og já, við ætlum að ræða við hann bæði um spilaviti, ástina, fótboltan og ég veit ekki hvað hann er komin í stúdíu. Einu maðurinn inni sem er með minna hár en ég, en ég ætti nú reyndar að vera með sömu klippingu kannski. Við ætlum að fá eitt lag meðan að Arnar Gunnlaugs kemur sér fyrir og ræða svo við þennan mikla snilling. Sunday með Next to Me. Hingað í stúdíu til okkar hjálpa er mættur einn kynþokkafyrsti karlmaður landsins, Arnar Gunnlaugsson, vertu velkominn. Sælir drengir. Hvernig ertu? Ég er bara flottur. Skjóðbósta lítur alltaf vel út. Já, takk sömuleiðis. Ég verð að óska þér til hamingju með það. Þú ert tísku icon, fótbolta icon og já, verðandi vonandi fyrir þínu að spila mítið segandi. Nótum orðið kasínó, spilaviti er svo helviti neikvætt. Þetta víti hljómar svo illa eitthvað. Það hefur verið einhver propagandasnillíkur á sín tíma sem hafa fattað upp á þessu orði. Já, þetta er enda náttúrulega Evrópu að bara kalla kasínó. Já, og gaming og tengt einhverju leikjum. Hvernig stendur á því að það er árið 2012 og það er ekki hægt að fara í kasínó í Íslandi? Já, þetta er mjög góð spurning. Þetta er eiginlega... Hefur náttúrulega allt kost og galla. Þetta er enga galla. Málið bara þessi umræði hefur aldrei farið fram hann inn í alvöru. Það kom einhverja tillögur en enginn komin inn á alvöru lausnir og lausnir okkar snýra því að þetta ekki að snúast bóðabönn. Nei, auðvitað ekki. Ég held að við erum allir sammála það hérna inni að þá fer þetta bara ennþá meira underground. Ennþá meira vesen, ennþá meira vitleysa. Já, þetta er eins og Hjöppi sagði án, þetta eru bara búllur allan bæist, það verður þetta væri kannski einhvern einu svona ópenbúr stað. Já, ég líka að gera skynning fyrir það er stundað fjárhaldsspil í Íslandi, hvort sem hann líka betur að vera. Það er stundað, því að menn geta ekkert loka augun fyrir því. Og ef menn geta viðurkennt það, þá hafa menn bara tvö opsjón, annað hvort er ólöglegt eða löglegt. En ég skil ekki ennþá á hverju er ekki löngu búið að keyra svona máli gegn, því að ég hef ekki ennþá hitt hann mann sem er eitthvað á móti þessu, því að auðvitað vilja menn auðvitað líka fá skattekjur að þessu og það eru gríðarlega skattekjur í þessu. Og til að svara þessari spurningu, ég skilði það ekki heldur. Ég held að sé búið ákveðin bara svona sefjun í gangi. Við löpum öll í Smáralind og sjáum happaþrennu eða hvað sem þetta er og allir upp að öxlum og þetta er fínur lagi, skilur. Fattar ekki að stunda fjárhaldsspil inn í þessu stöðum. Davíð Oddsson er að skafa 10-15 á leiðinni heim, las maður eftir. Já, nákvæmlega. Fyrir sjoppa, kaupa kók og pulsu. Það er 16 úlingur að spila í kassanum við hliðina og einhvern veginn þá lokar það bara augunum fyrir sig. En síðan þegar við heyrum orðið kasínó, þá fer allt hérna í höng. Ég hef aldrei fattað það. Ég held það samt að eftir svona 20 ár þá eigum við eftir að hlæja því hvernig Ísland var árið 2012. Nei, við hlæjum með þetta, við máttum ekki drekka bjór hérna fyrir. Ég meina, þú veist eins og í dag, mann langar í bjór. Ég þarf til dæmis að leggja með 10 mínútna bílferð bara til að geta keypt hérna kippu. Guð hjálpi. Já, ég er að segja, spáði viðbjór. Það geti ekki bara hlaupið bara yfir götuna. Já, farið bara út í búð. Ég er líka margir sem að fara erlendis, þeir áttu sig ekki almennilega á þessu, sko. Við náttúrulega mikið erlendis og eins og tala fara í næsta 10-11 og kaupa svona kipp. En er eins og ykkar mál, þetta kasínómál, er þetta bara pólitískt? Er það einhverjir ákveðin flokkar eða er það einhver svona lína eða er þetta... Það við höfum talað við fjölmarga á þessum 7 árum, alþingismenn, borgarstjóra, spilafíkl og annað. Þetta er mjög pólitískt og mjög
umræðefni og það náttúrulega einn flokkur sem algjörlega mót þessu, það veit allir hvaða flokkur það en hinnir eru mjög fylgjandi og opnari. Já, ég held að það sé líka bara opnari fyrir að taka umræðinu, hvað til ráða. En hvað ert þú búin að vera að berjast í þessu lengi núna? Við erum búin að vera 7 ár núna. Já, og svona, þannig að ég þróskur maður. Varstu með hár þú byrjaði? Nei, þetta er ekki. Þetta er búin að taka mjög langa tíma. Þetta mun fara í gegn, ég held að það sé óhaggamalegt. Þið eru með einhverja teikningar á hótel á Nordica, það voru alltaf til ykkur. Það er líka mikilvægt að benda að þetta er ekki bara ég og Bjarki sem að standa í þessu, það er lítið fyrirtæk sem heitir Icelandair Group, ég veit ekki hvort það heyrti það, sem eitt af okkar flottast og virtasta fyrirtæki og ég efast að þau myndi vera að standa í þessu ef þetta væri ykkur þvæla. Þannig að það er mikið í gangi. En hvernig með fótboltaferilinn hjá Arnari Gunn Láksson? Eru skotnir konur á hilluna? Já. Er það bara staðfest núna? Það er bara staðfest. Gríðarlega sáttu við það okkur. Já, loksins. Ef ég er sáttu þá veit ég hún er rétt á okkur. Já, ok. Komið leið að láta sparkið og vera meittur og í sjúkraþjálfun. Bara tekum bara nýtt og spennandi tímabil við. Já, en það er einhver lið búin að vera að naga í þér að koma að spila í sumar? Fullt að liðum. En það er enga líkur á því þegar grasið fyrir svona grænka? Það er erlendum stórlið. Þannig að það er alveg búið bara, fótboltaferillinn. Við tökum mótið í sumar, ekki? Fyrir við ekki á Old Boys? Jú, við ætlum að taka Old Boys á Akureyri, með table. Það kom meiri meðlemi núna. Já, meiri, rándir meðlemi líka. Og getist framlína maður. Já, Blöð og Arnar Gunnarsson. Nei, þú ert ekki. Þú kemur ekki Takk fyrir þetta, Hjörni. Þú átt eitthvað lélega. Þessi maður ekki verið að spila sekundu á það. Þú verður með búningana. Ég held að vera vikinn að ég hef aldrei séð að spila, en ég hef nokkra helst sögur af eiginsögn það frá honum. Hann sé rosalega góður. Hann er með vest á tött sem hún sér. Hættu að vera að ljúga hérna. Þú ert að tala um eitthvað eitt fjölmiðlamóta sem ég mætti skítsunnur. Hættu þessu mulli. Ég finn í fótbolta. Það er eins og alltaf skrokkurinn á hún sé ein legglíf. En við ræddum hérna á það með Hjöppi að þetta er kannski viðkvæmt mál, en okkur langar samt að spyrja það út í að nú ganga það sögur að þú setja að hitta Hollywoodstjörnu Arnar Gunn Láksson. Er eitthvað til í því? Hvað vel ég gaspir því hérna bara? Heitir hún Michaela Conlin? Má ég spyrja því? Já, hún heitir það. Já, þannig að Michaela er rétt, segir þú Michaela. Og ég kallar þetta bara M, ég geti kallar hana Michaela. Svalt, M. Nei, Michaela. Michaela, já. Og hún fer með eitt aðalhlutverk í Bones. Já, og ég veit að þetta er ekki séð og heyrt hérna, en eru þið að hittast eða? Já, we're dating. We're dating, það er þetta. En þá mannsamt alltaf eftir því að þegar þú hittir her agent, þá mannstu að láta vita ef hann vantar einhvern vondan austur-evróskan kallið að svíja einhverju mynd. Já, þú hefur einn ákveðin svíja í huga, ekki? Já, þá Dolph Lundgren líkist Ivan Drago. Já, farðu Hjöppa ká þar inn. En hvern myndir þú vera, veit þið? Ég er að leika mig svolítið með Jason Statham. Jason Statham? Já, ef hann vantar íslenskan frænda eða eitthvað svona, þá máttu segja það. Ég sé alltaf til. Við ætlum að fara hérna í spá M&M og svo ætlum ég að hlaða í hraðaspurningar á Arnar Gunnlaugs og þær eru áhugaverðar þessu sinni. Ég lofa ykkur því. Hérna með M&M, það styttist í brjánbrekavinn okkar, flottulega keppnina, töðhóttni og fleira, en hann situr hérna hjá okkur, kynlífsvilinn Arnar Gunn Láksson og er í miklum fíling, búinn að leggja skóna á hilluna, er að deyta stúlku frá Hollywood og vill opna spilaviti, það er svona basically... Kasínó, nota orðið kasínó. Já, kasínó. Kasínó blöð á nú að þekkja, nota orðið kasínó. En það var að spila svo í þungarokslega þess að þætti, maður guðan verðum. Þungarokslega? Það er á mætina þetta. Hérna er stuð og fjör. Hérna eru við með svona hressandi, það er reyndar eitt sko að þú ætti að tala með kasínó og spilavíti. Það er líka annað sem ég hef kynist að því að eins og ég hef nú oft sagt því að sem þetta. Þú kíkir stundum á kasínó fyrir erlendis, ekki? Það er dottinn. Myndur þú segja að þú voru spilafíkil? Nei, en ég myndi segja bara gambling man. Já. Og það er í Bandaríkjunum með mikill munur á því að vera en addict eða gambling man, til dæmis, þú veist, menn sem veðja, en á Íslandi er bara til orðið spilafíkil eiginlega. Þú veist ekki með, já, hann er veðjandi maður. Nei, eitthvað svona. Hvað vil á erlendi gestir sem kom eitthvað? Þeir eru vanir að fara í kasínó, ekki? Jú. Það er svolítið aðstæðanlegt að segja við erlenda gest, nei, þú mátt það ekki hérna heim, það er bannað. Nei, en mér finnst þetta Vilju ekki fá aðeins smá pening á þessu fólki? Jú, fá þetta í kassan hjá okkur. Já, ekki. Algjörlega. En það er, þegar maður er í löndum þar sem að kasínó er ekki leið og þá á maður stundum eitthvað eftir að dagpenningu þegar maður kemur heim, ég viðurkenna. Það er komið að hraðaspurningum á Arnar Gunn Láks og Arnar, þetta er ekki flóki. Þú hreinsar hugan og segir raunin það fyrsta sem þið dettur í hug. Þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust. Þannig að nú bara hreinsa og vera snöggur að svara. Ertu klár? Ég er klár. Þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Godfather er nummer 2. Upp á hljómsveit. U2. Upp á fótboltamaður. Maradona. Hvað tekur í bekk? 122,5 kíló. Besti leikmaður sem þú hefur spilað með?
Þetta helviti góð spurning. Roberto Mancini. Hvor var betri, þú eða Bjarki? Ég var miklu betri. Ertu kviðmáður Bubba Mortens? Varstu stressaður Varstu stressaður átt af því að þú var að missa hárið? Já, mjög stressaður. Fallegasta kona fyrir utan maka? Natalie Portman, það kemur óvart. Hefur þið lent í slagsmálum? Nei. Hvað drekkur á djamminu? G.O.T. Besta liðið í ensku? Manchester United. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Góð spurning. Hvað kom fyrst í hugan? Það er köttur í að hjálpa eða hjálpa þér eitthvað? Ég hugsaði fyrst hest, þannig að það gengur ekki alveg. Við fyrir bara að sofa ef ekki riða. Hvort ertu að lover eða fighter? Lover. Líður þið vel nögtum? Já. F.A. eða K.R.? Ég get ekki svarað. F.A. eða K.R.? Ég veit þú ert skagamaður, en F.A. eða K.R.? Shit, maður. Og ekki verið vondu vel. Ég get ekki svarað. Ok. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mig? Það er fallegur kvenmaður, góð bíómynd og topp tónlist. Það er ekkert annað. Myndirðu að leika í klámynd fyrir 50 milljónir? Auðvitað. Hefurðu kysst eldri konu? Nei. Nei, það er ekkert annað. Og síðasta, hvað myndi ævisagan heita? Hún myndi heita Escape to Victory. Escape to Victory, rándýrt nafn þarna á ævisögu. Hjöppi, hvað slóði svona, hvað viltu fara yfir? Hérna í hraðaspurningunum, hann er laus núna hérna við þær. Já, það sem náttúrulega sló mig mest var að nei, ég var mjög ánægð með Godfather 2 svarið. Mér finnst það er líka bólspindi mín. Já, myndið þið taka Godfather 2 frekar en Goodfellas? Já, alltaf það. Já. Jú. Mér finnst það báðar svona, það eru að berjast þarna hjá mér allavega. Það var bara eitthvað svona magnar performance að ég... Já, reyndar eru Godfather myndar alveg í ruglunu. Hefur aldrei lent í slagsmálum? Nei. Af skaganum? Nei, ég bara einhvern veginn... Barði rósa allar fyrir þið? Næst til endi slaði við Bjarkabróðum minn, en við náðum einhvern veginn. Já, hvernig var þegar þið voru alast upp? Hafið alltaf, ég meina þið eru nánast alltaf saman, hafið alltaf verið bara bestu vinnir eða? Já, en það er oft rifist heiftarlega. Já, hvor ykkar er svona meiri frekja? Hann er svaka frekja. Hann hefur skapað pappa. Já, ok. Ég er svona meiri ljúflingur og frá mömmu. Ég skil þig. Bestið sem þú spilað með Roberto Mancini? Já, hann kom, hann reynda var svolítið svona óvitið hill þegar hann kom. Já. Hann var 35, spilaði síðan 6 mánuði á Leicester. Já. Touchið og leikskilningur og svo var hann bara perfect gentleman. Já, ok. Þetta er legend, sko. Eðalgaur. Alveg eðalgaur, sko. Mest hann að þjálfa rangt lið, en greinilega eðalnáingi. Þetta er bara legend. Já, hvað er svona af þeim, ef við fyrir aðeins út í fótboltaferðinu, af þeim liðum sem þú spila, hvað fannst þér skemmtilegast að vera í boltanum á sínum tíma? Það var Bolton. Já. Þú tengir alltaf við það sem þið gengur best. Já. Bolton var svona staður. Gaman líka, þetta er þarna í Manchester. Já, mjög skemmtileg svæði. Fer svo yfir til Leicester, eða ekki á metfé á sínum tíma? Á sínum tíma, jú. Hjá Leicester. Já, það var mjög gaman líka. Já, en hvað meiðustu, þú spilar ekkert það mikið fyrir Leicester? Nei, held ég bara einhverjum 30 leikjum eitthvað laus. Já. Það var mikið meiddur? Tómt tjón og líkamannum. Já. Herðu, þá vitum við, já, honum líður mjög vel nögtum, hann er a lover, not a fighter og heldur með Manchester United, þetta er rándýrt. Það er ekki eftir að kvartenda þessu. Nei, alls ekki. Og GT, ég var ánægð með það. Arnar Gunnlaugsson er flottasti maður sem ég veit í áfengi. Hann drekkur, hann er alltaf jafn flottur. Já. Hann er ekki eins og þú, myndir höguna niður eða eitthvað. Arnar, þú getur vona hérna að vita það, hérna verið að henda úr glerhúsi, sko. En veitir það, einu menninni sem maður sé með ofurölvi eru þið tveir. Nákvæmlega. Ásamt fleiri í okkar kemurlega hópi. Já, ég man eftir því. Það var ekki fallið sjón. Ég hef aldrei séð þið drekka bjór. Nei, ég drekki bjór. Nei, maður veit ekki þess. Og svo situr hérna inni, þú ert núna, sko, fyrir hlustendur, þú ert í peysu, skyrtu og með bindi undir peysunni. Þetta er versta Roberto Mancini. Og díteilum gallabuxum. Já, það er svona eins og séu blóðslettur á þeim. Skotnir, hvernig er heldur þinn? Skotnir, einhvern veginn svona ítalsku leðri. What a human being. Þannig vitið þið ætla að ná ykkur í stelpu í Hollywood, hvernig þið að klæða ykkur og haga ykkur. Arnar Gunnlaugs, alltaf heiður að hitta þið. Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fá hér örstuð skilaboð og svo ætla ég að hringja í Brjánbreka við okkar. Ef þú hefur gaman af kvikmyndum og sjónvarpsþáttum skaltu taka vel eftir.
Filma.is er frábær ný leið til að horfa á kvikmyndir og þætti á netinu og núna á föstudaginn verða allar kvikmyndir fríar í sólarhring. Ég veit ekki alveg hvort þú náðir þessu, en allar kvikmyndir verða fríar í 1 sólarhring núna á föstudaginn á miðnætti. Notaðu tækifærið og horfðu á uppáhaldsmyndirnar þínar frítt. Filma.is. Skemmtilegri leið til að horfa. Úrilla Górillan kynnir Heineken Bingo í kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken. Í endurgreiðsluleik Orkunnar í þessum mánuði fær 1 viðskiptavinur á dag endurgreita áfyllinguna sína og auka glaðning ef hann er vinur okkar á Facebook. Í lok mánaðar vinna svo 3 viðskiptavinir 100.000 króna inneignarkort. Orkan. Lóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Árið 1909 var Eiffel-turninn hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Fá þér físlétta næfurþunnan örheila. iPad 2. Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Glænýr gómsætur matseðill. Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Ekki kaupa hvað sem þó það sé á einhverju vikutilboði. Nema núna! Eldbökudagar á öllum stöðum Ritzó. Allar pítsur á matseðli á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritzó pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Þá meika ég ekki sens eins og samsærist þvæla. Ég er rænulaus hænuhaus fyrir samstundis að æla. Hæfileikakeppni Íslands hefst annað kvöld á Skjá 1. Hringdu núna í 595 6000 og við opnum strax. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Fimmtudagsbomba Pepsi í skemmtigarðinum. Farðu eins oft og þú vilt í alla tölvuleiki og tífuleikitæki fyrir aðeins 1990 krónur. Bættu svo 1990 krónur við og farðu aftur og aftur í öll leiktæki skemmtigarðsins. Komdu og leiktu þér endalaust á fáránlega góðu verði. Fimmtudagsbomba Pepsi í skemmtigarðinu Smáralind. Komdu að leika. Taktu þátt í páskamyndasamkeppni Fréttablaðsins og þú gætir átt forsíðumyndina í Páskablaðinu. Skilafrestur mynda er til hádegis 3. apríl og þemakeppninnar er páskastemming. Nánari upplýsingar í blaðinu í dag. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Þetta er ekki aprílgabb. Við opnum 1. apríl. Siggalund.is. St. Louis er engin venjulegur borgari. St. Louis er baconborgarinn á Grill 66. Ef þú biður 1 svoleiðis, þá vitum við að þú ert sælgeri sem vil hafa bragð af matnum. Þú finnur Grill 66 á völdum ólístöðum. Grill 66 er betra grill við veginn. FM 95 Blö er í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þetta er söngkonan Alissa Reed með gamla Heart-slagaran og já, búið að setja þetta inn í nærböksunni svo strákandir segja. Klukkan er að verða 5, það er hér framöndan hjá okkur strákan með flottulega keppnin Tuðhotnið og já, Q&A á Hjöppa. Minni hlustundur á að fara inn á Twitterin hjá mér og koma með spurningar á Hjöppa sem hann þarf svo svara á eftir. Það er ekkert, hvað, hættu þessu? Já, allt í góðu. Já, þú bara svara spurningur sem koma hérna eftir. Það er ýmislegt þarna sem fólk úti vill vita. Þetta er allt hluta því að fólk fá að kynnast strákunum betur hérna í þættinum. Þetta er ekki gott. Róbert. Talandi að kynnast mönnum að þá er ég að spája að hringja hérna í góðan vin okkar sem að heitir Brjálbryggi. Skulum, já, svona aðtöða hvort að strákunum svar ekki. In my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but
Halló. Halló. Þetta er King hérna. Er þetta Brjátbreki? Já, hver er þetta? Þetta er Auti? Já, getur við byrjað aftur? Svo ég verður þessari. Byrjað, hvað meina þú ert í beinni útsendingu? Blessaður, þú mikli meistari. Blessaður, hvað ertu eitthvað slappur? Ég var aðeins að hella smá áfengi í gríminn á mér í gær. Já, ok. Og þinga? Það var drullu gaman. Já, pínu finnur aðeins hérna. Ó, þinga Þetta er lagið. Já, er þetta orðið hringingin? Hvað sagði þér hæ? Já, þetta er hringingin mín. Já, hressandi. Ég hringdi einmitt í Sveppa núna í vikunni. Já. Að langbæst, ég veit að hringi Sveppa, hringi hérna heimasíman þess. Já. Hann svarar aldrei gemsan. Ég er ekki hissa. Við ætlum sem þetta að búa kannski til í sumar. Hann sagði að það væri mjög líklegt. Við ætlum að búa til íslensk útgáfa þessu lagi. Nei. Það verður svona eitthvað, ég ætlaði að fara í skólan, en ég var skakkur. Ég ætlaði að mæti í vinnuna, en ég var skakkur. Eitthvað, þú veist, við varum eitthvað eftir að gera textar og það. Já, ég myndi að sleppa þér. Það leist mjög vel á þetta. Já, ok. En ég fokkaði þvílið í honum, sko. Ég hringdi í hann, það var svona, blessar, hefði ég ætla að fá 5 kíló. Þá sagði hann, 5 kíló á hverju? Þetta er þú ekki Sveppi? Já, hressandi. Hann þá grenjaði hann alveg úr hlátri. Þá sagði hann það sem ég var svo fyndið. Hvað? Já, er það ekki bara. Já. Þá sagði hann, já, er það ekki bara. Já, og núna eru ég og vini mínir, segjum alltaf við hvort annan ef hvað var í bíó. Já, er það ekki bara, alveg eins og Sveppi. Já, þetta er skemmtilegt trend. Og núna erum við að fara að ræða núna við einn manna, kannski að fara að búa til þætti þar sem við blöndum ógeðstrykki. Sem eru miklu meiri ógeðstrykkir en voru í gamla þetta. Já, til hamingju með það er hressandi. En hérna, þekki þú þetta söngvarinn í Dikta? Þekki, bara svona hæg og bæja okkur. Ok, mér finnst að Klamidi aftur, ég veit hann er læknir þannig að það væri drullu nett ef þú getur látið mig hafa svona töflur. Hvað er þetta alltaf með eitthvað, hvað er að þið maður? Ég veit það, svona er að vera vinsæll. Já, I got the magic stick. Já. Skilur þú hvað við? Djöfull er ég ánægð með þessar kettlingar maður. Nú, hvað? Þannig að feministarna sem er að hættar að rækja sig að meðan. Æ, brjáta, ekki einhvern svona dónaskap. Ég fíla það alveg í tætlu, sko. Ég meina, sko, ég vil hafa smá líktana niður, sko. Æ, brjáta, ekki svona ógeðskap. Ég veit ekki... Nei, en þú veist hvað ég á við, kallinn minn. Ég vil hafa smá gras á vellinu. Skilur þú? Já, ég skilur þetta. Smá gras á vellinu. Já, frábært. Skilur þú hennan? Já, ég náði honum. Tölum nú eitthvað hennan. Ég var að kaupa fílu á hann. Varstu að kaupa fílu? Kaupa fílu. Ég kalla ilmvart fílu. Ég segi alltaf í kellingarna. Það fá eina fílu. Já, ok. Já, en sem ég keypti hérna svona fílu og rækspýra og það stóð eitthvað hommi á glasinu. Ég er náttúrulega skilaði því. Það er ekki hommi. Skilaði. Það segir, þetta hommi, það er kallmaður á fransku. Já. En ég er samt skilaði. Ég ætla ekki að vera með eitthvað svona í hillunum heima á mér, sko. Hvað er þetta með þig alltaf og eitthvað? Hvað hefur eitthvað á móti hommum, Brján? No comment. Hvað okkur? Hvað er ég... Hvað áttu við? Næja, skilur ekki... Hvað fílaðu ekki? Hvað? Næja. Það er ég að fíla það. Hæ? Það stýttist í næsta steikana blowjob day. Nú, okkur? Já, ég veist. Það er bara fyrir mér það jólin. Já, ok, það er nú reyndast... Ég er að opna núna netsíðu. Já. Og það verður svona teljari. Það sem verður talið niður í næsta steikana blowjob day. Já, frábært. Það er nú reyndast stýttir í páskana en jólin. Já, þá gef ég einhverju gellu egg. Og ekki páskaegg eins og því nördarnir. Nú, allar ekki... Geðum alltaf svona fullorðins egg. Já. Egg! Það er þitt páskaegg. Egg! Já, hressandi, já. Ég er á leiðinu kannski til Bandaríkjanna núna páskana í hæfileikakeppni þar sem ég verð með bóradettirefnuna. Já. Egg is sexy time. You egg? Skilur, egg? Já, það var að ganga virkilega vel hjá þér. You have very good ham. Egg? Já, Bránsi, ég ætla að... Give me touching. Á ekki að leifa þær að vera þunnu bara. Yes, you have a good radio show. Egg? Þetta er sem bórat. Já, ég náði því. Ég var svona búinn að kveikja því. Er það fílað þetta? Það er að vera gott fyrir mig og síði ég mitt að hafa þannig að þú myndi segja að þú fílaði bóratið minn. Egg? Já, þetta er... Fílaðu þetta? Já, ég fílaði þetta. Þetta er virkilega skilur. You're a very funny man. Egg?
Jæja, herðu Brjálsi, ég að spara bara kveðja og leifa þið bara að halda áfram með þunnur. Take a telephone. Herðu, ég heiti þér í næstu viku, ekki vera þunnur. Ok, heyrðu, þú miklu meistari. Já, takk. Þú ert aldrei gleyma því. Nei, ég gleymi því. Þú ert algjör meistari. Akkurat, ég gleymi því aldrei. Ok. Bye. Mörs með Dance With Me Tonight. Það heitir þetta lag og það getur svona mesta partílag sem ég heirt en hressandi engu að síður. Þetta var ekki hressandi lag. Núna verðum við stundum að vera bara pínu hreinskilnir. Hreinskilnir? Þetta var vont lag. Nei, það var ekkert að þessu. Ég minni fólk á inn á Twitterinn Q&A. Þeir eru með spurningar á Hjörpan, við förum í þá eftir. Þannig að allt sem þið viljið vita Hjörvar Hafliðason sendið á Twitterinn hjá mér og við dælum spurningunum á Hjörpa hér á eftir. En það eins og að komið að lið hjá okkur Hjörpa sem er vikulegur og hann heitir Flottu lagakeppnin og það gengur þannig fyrir sig að við fáum báður að spila lag í 1,5 mínútu. Já. Og svo hringja hlustendur inn og velja hvort lagið þeim fannst flottara. Þetta er nú ekki flóknar reglur. Og staðan er 6-6 hjá okkur, þannig að þetta er krúsjál. Annar okkar að fara að taka fórustuna hér í dag og Hjörvar, ert þú tilbúin með lagið þitt? Já, ég er tilbúin með lagið mitt. Það er 511-0957, já, svo það sé á hreinu fyrir fólk sem hringir svo inn. Á ég að byrja eða þú? Vilt þú byrja? Þú byrjar. Á ég að byrja? Já, hvað? Mér er sama, ég ætla bara að leyfa þér að velja. Hvort viltu að á ég að byrja? Ég skal byrja. Þú ætla að byrja? Ok. Ég ætla að fara að spila mjög safe. Spila mjög safe? Spilar ekki alltaf safe? Jú, en þetta er sem sagt held ég 15 ára gammalt lag. Ég vorkenni mjög mikið úrlingum í dag. Það er ekki verið að búa til svona góð lög í dag. They don't make them like they used to, minna. Nei, þetta er frá undrabarninu, Sash, sem færði okkur Ecuador. Maður sem færði okkur Ecuador færir okkur lagið Stay. En það fjallar bara konu sem er að dreyma og henni dreymir að manneskjan í lífi henni verði Já, ekki bara setja lagið í gang. Þetta er eitt besta danslag 90's. Þetta er eitt besta danslag 90's. Þetta er lagið hans Jöppa í flottulegkeppninni Sash og Stay. Og hækka. Já, í flottulegkeppninni. Þetta er Sash og Stay. Ég held að myndi koma eitthvað svona grjótarðið partur eitthvað svona, myndi koma eitthvað hækkun í þessu eitthvað. Þetta er alveg skelfilegt lag, maður. Þetta er vangjöð lag. Herru, þetta var lagið hans Jöppa og það heitir Stay, en hins vegar er komið að mínu lagi núna og sko það þarf ekkert neina svona rosalega útskýringar eins og þér. Ég var bara að segja að they don't make them like they used to. Nei, ég er endar það á líka við mitt lag, sko. They don't make them like they used to og þetta er svona, þetta er ekki frægasta lagið hjá þessari hljómsveit. Þetta er eitthvað algjör viðbjóður. En rosalegt lag. Oj! Runaway, Bon Jovi, fokkar ekki í því, hlustiði nú. Þetta er stórkostlegt, þetta var mitt lag og nú er það undir ykkur hlustendur komið hvort að, lagið Sash, Stay með Sash eða Runaway með Bon Jovi. Runaway með Bon Jovi. Já, þetta er af B-hliðinni og ég hef ekki eins og þú ert búin að vera heitur, ég skal gefa það, þú ert búin að eiga 2 góð lög í röð, núna komstu bara með gamla góða smekkin og hann var skelfilegur. Það eru hlustendur sem velja, það er bara þannig. Við skulum tekka á þessu FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Þetta er Hjörpi K. Hvað er fyrir það? Í alvörunni, veistu hvað lag þetta var það? Þetta var bara rándýr. Þetta var rándýr. Allt sem Hjörpi K. gerir bara tær snill, sko. Já, ok, þannig að þú ert að gefa Hjörpa atkvæði, þetta er ekki lagið. Já, það er bara þannig, ég og Hjörpi stundum saman, sko. Alltaf. Takk fyrir það. Það er bara þannig. Ok, bye. Herru, þá var Hjörpi komið með 1 atkvæði með Sash og Stay. FM9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ötti. Já, þakkaði fyrir það. Ertu Bon Jovi átandi? Ég frekar. Já, þetta er kannski ekkert hans besta lag, en ég ákvað svona að henda að þetta er ekki hans besta lag. Þetta er svona understatement. Ég veit ekki eitthvað hvaðan Höppi var að setja á. Nei, ekki heldur, og ég sopnaði næstu. En takk aðeins fyrir atkvæði. Já, hálfið. Ok, bæm. Herru, staðan er 1-1. Ekki hans besta lagin. Jó, þetta er náttúrulega eitt af hans besta. Ég meinti þetta er ekki eitt af hans frægasta. Þú sagði þetta verði ekki eitt af hans besta. Ég rugglaðist. Það er niðurlægandi fyrir keppnu að þú myndir vinna. FN9 blöð, góðan daginn. Halló. Góðan daginn, ég vil Hjörpa. Takk fyrir það, fagmaður. Takk kærlega. Þekkirðu listamannin sem var með lagið hans? Sash. Já. Hvaðan kemur hann? Ískalandi. Já, nákvæmlega. Fílar Ecuador líka? Já, hann er góður. Ecuador, ding, 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 ding. Herru, takk fyrir þetta. Ok. Herru, þá er Hjörvar. Sass bjó líka til þá snilt. Ecuador. FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Halló. Halló. Hvort lagið fannst þér betra? Mér fannst Hjörpa. Takk kærlega fyrir þetta félag. Gerast hérna. Þú er greinlega mikill sassmaður og hefur átt góða tíma þetta 97.
Þetta ekki í lagi, sko. Herru, ok, takk hérlega fyrir þetta. Já. Ok. 3-1 fyrir Hjöppa með Sass og Stay, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvort lagi fannst þér betra? Herðu, þú ert alveg að rúla þessu núna. Já, það ekki. Maður sá bara fyrir þessu, sko, Skagfirðingabrautina í gamla daga, sko. Alveg. Ég fíla það. Þannig að... Ekki alvöru, sko, þarna. Runaway. Takk fyrir Takk hérlega. Bye. Þessi vissi alveg hvað maður að segja. 3-2. Komin inn í þetta aftur. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, það Öddi Holloway. Þarna þekki ég þig. Takk hérlega fyrir það. 3-3. Búin að jafna. Ok. Öddi Holloway. Hvað? Ákveður svona leiðilegu hlustendur? Öddi Holloway. Hjörðu, er ekki svona? Ok, ég er ekki að rakka með þína hlustendur. Ég veit það. Sorry. Þína atkvæði. Sorry. FM 95 blöð, góðan daginn. Hvort lagið fannst þér betra? Bon Jovi. Bon Jovi, kominir, herðu. 3-4. Bon Jovi, Runaway. Ok, takk. Takk alveg fyrir þetta. Bæ, Hjörvar, hættu þessu. Herðu, 1 í viðbót, þá er þetta 4. FM 95 blöð, góðan daginn. Hvort lagið fannst þér betra? Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvort lagið fannst þér betra? Herðu, Öddi. Það þekkið mig. 5-3. Ói, hvað þetta er sætur sigur maður. Herðu, hvað heitir þú? Ég heiti Alexandra. Alexandra, takk kærlega fyrir þetta. Þú ert búin að bjarga fyrir mig deginum því að við Hjöppi vorum að rífast hérna með honum að spila lögin. Takk fyrir þetta. Ok, bye. Alltaf verið þannig. Bon Jovi, Runaway, 5. Það var hringir inn einhver stelpa yngri en 10 ára. Stay með Sass. Yngri en 10 ára, Hjörvar, er ekki lagið með þetta. Það var svona 18 ára gömul stelpa. Hjörvar, hættu þessu nú. Ég er að fara að gera ógeðstur ekki að nættir. Herðu, þetta er 5-3 og staðan er orðin 7-6 í heildina. Herðu, þú getur sjálfur kent, Hjörvar. Ógeðstur ekki að nættir. Þú getur sjálfur kent, þú kemur með Stay með Sass. Já, það vangjöðulega. Já, einmitt. Herðu, þetta fór 5-3. Hér rétt handað við hotnið er töðhotnið. Ertu að reyna að vera að finna, Hjörvar? Þetta er verra en lagið þetta töðið hérna, sko. Þú maður fá hérna Katy Perry, The One That Got Away, sem er töðhotnið og Q&A. Þið getið sendt spurningar inn á Twitterinu hjá mér. Hvað viljið vita Hjörvar Hafliðason, annað en hann töðar þegar hann tapar? Með ykkur hérna á 5. degi. Fyrsta sinn sem við Hjörvar erum þá rífast yfir læginu hvort lægið var. Við erum vel að rífast hvort lægið var verða þessu sinni. Reynda finnst með Runaway rándís lag með Bon Jovi, sko. Ok, svo bara öllu gamnislegt. Já, það var sama ég var að segja við hérna. Já, mér fannst lægið svo leiðilega, sko. Já. Ég lappaði hérna aðeins út bara til að þessi 1,5 mínútur myndi líða þess ræðar. Þú veist, ég er búinn að rósa þér. Þetta er ekki eitthvað ég að stríða þér eitthvað á þínum tónlistarsmekk. Ég er búinn að rósa þessu 2-3 skipti. Þú ert búinn að vera sjóðandi heitur. Þetta er komin inn í þetta aftur. Það er 7-6 núna. Lægið sem valdir aðan er eitt af versta sem ég heyrt. Þetta er svona Stay með Sass. Já, þetta er eitthvað sem ég geti hugsað mér að sé í fangelsum. Svona til að refsa mér. Ekki gott lag, sko. Jæja, svona er tónlistarsmekkur manna misjafn, en það er hins vegar komið að Q&A. Það er ennþá smá tími, það er enda búin að hrannast inn í spurningarnar á Hjöppa. Sveppi svaraði öllu sem á hann var hent og þetta gengur út á það að þið kæru hlustundi getur sendt með spurningu á @b á Twitter og ég spyr Hjöppa að því og það er komið að þessu. Það vaknaði hjá mér þegar ég var að sjá þeir alltaf í þessu Ríó Ferdinand og Michael Owen og svona, hefur ekki tekið eftir. Þannig ég er svona pín að stila þessu frá þeim. Herru, þá ætlum ég að byrja hérna fyrstu spurningunni sem að kemur frá Agli Guðjónsson. Spurðu Hjöppa, finnst þið spænska deildin orðin sterkara en svo enska? Já, það er líkur í augum uppi núna þegar hérna, það nánast frá gengið að 2 lið sé á leiðinni undanúrslit í meistaradeildinni og öll þessi lið líka eftir í Evrópudeildinni. Það er bara 1 ennst lið eftir í öllum Evrópukefnum og ég held að það kannski segja þessum styrtamunum á deildunum en svo efast maður stundum það að kannski slakari liðin á Spáni séu. Já, með þetta einhvern tjens í... Það er rosalega erfitt að byrja þetta saman en eins og staðan okkur núna þá er enski boltinn talin besta deild Evrópu. Já, og það er alltaf ekki milli mála hvora deildin er skemmtilega að horfa. Já, alls ekki en ég held að það sé ekki spurning á 2 bestu fótbollalið í heiminum í dag Real Madrid og Barcelona. Já, þau eru spænsk. Svo kemur hérna Hermann Gunnarsson. Ef þú þyrftir að velja Hjöppi hvort þú ættir að borða heilt smjörlíkistykki eða taka teskeið af salti í nefið, hvort er þér frá valin? Já, þetta er gott. Teskeið af salti í nefið. Teskeið af salti, já. Hér kemur ein frá Herði Jónssoni. Hvað gerir Mike Brown að besta barþjóni landsins? Já, það sem gerir Mikael Nikolásson, núverandi eigandi Þýskabassins, að besta barþjón í heimi er bara, hann er alltaf léttur og skemmtilegur og jákvæður. Alltaf til í gott jók. Já. Aðalgeir Axelsson spyrir þig, hvora höndina skeinur er með? Hægri, hann tekkaði með þess á því fyrir okkur hérna, skemmtilegt. Halldór Harðar spyrir þig, hvað tekur í bekk? Eða hvað er kámaðurinn að bekkja? Já, kámaðurinn á bestu 150.
150 kíló á kjötinu? Já, en í svona dag ætli ég tæki 130. Ná, ertu búin að missa alveg 20? Nei, ég náttúrulega bara, þetta var einhver geðsíki þetta á sínum tíma, sko. Þú varst all in í þessu? Það var all in. Já, en núna ertu orðið meira svona út að fara í sexy-spinning bara og hafa það kósí, eða ekki? Og jóka. Þú ert kallaði spahjöp í dag, eða ekki? Jú, spahjöpi. Já. Viktor Jónsson spurði, af hverju hataru Esso og Kotto? Alls ekki. Hann var bara slagur á tímabili en hann hefur bætt sér mikið. Ok, þannig að þú hatar hann ekkert. Nei. Hver uppáhaldsleikmaðurinn í spænsku deildinni spyr Guðmundur Karl? Það Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Daniel Finnarsmaður Íslands spyr... Nei, hann að segja hérna takk fyrir að eyðileggja daginn fyrir þér með þessu hörmulega lagi, skemmtilegt. Já, takk fyrir það, Daniel minn. Já, Magnús Agnarsson spyr, væri hægt að borga þér pening fyrir að vera gestur í messunni? Borga pening til að vera gestur? Já. Nei, ég held að það sé bara ekki, við séum ekki með svona sponsut. Þú veist, við erum ekki að fá fórstjóra enn eins til að sitja eða eitthvað, sko. Nei, þannig að það er ekkert annað, það er ekkert að borga fyrir að vera. Nei, ég held ekki. Andri Jónas spyrir þig, af hverju kallar þið Hjöppi K? Þetta er löng saga en það í raun og veru ekkert neinn saga bak við það, sko. K hefur... Þú heitir Hjörvar Hafnarsson. Já, en málega það, sko, ég var að byrja þarna á Kiss FM með Agli. Já. Hann var komið eitthvað rándýrsnafn, Gilsenegger. Já. Ég var bara Hjörvar. Já, ekki það fyrir það. Og Hjöppi, nei, það virkar ekki. Svo eitthvað bara svona datt eitthvað, en Hjöppi K. Já, keyrum þeim bara í gegn og svo einhvern veginn því miður eins og með þau nöfn sem að vill ekki að festist við mann, þau festast þó við mann. Já, en þú ert ekki alveg sáttu Hjöppi K í dag? Jú, ég er ekkert að missa þessu eftir, sko. Nei. Svo spyr, við skulum taka einhverja svona 5 viðbútt. Bjarki Ásgeir spyrði hverju vinna meistaradeildina? Hverju vinna meistaradeildina? Já, það er eiginlega ljóst að Real Madrid er komið í undanúrslit, þannig að það er mesta líkur að þeir vinni deildina eins og... Já, og Bayern er líka svo sem konir í... Og eru á heimaðalli Bayern. Já, en þeir þurfa að komast ykkur þenni í gegnum Real Madrid. Já, ég sá að Eiðurinn á 433.is spáði því að Bayern verður mestari, já. En er ekki Barcelona bara besta fótboltalið heim í dag. Þrátt fyrir þessu ekki efstir á Spáni. Barcelona vinnur þetta. Barcelona vinnur þetta, segir hann. Hvort liðið er betra í dag, Manchester United eða Manchester City, spyrir Davíð Már? Manchester United er betra eins og staðan á núna. City er bara búið að ströggla nú síðustu 3-4 mánuði. Þeir eru hættir að skora og besti maðurinn að David Silva er dótturinn á gísnum. Elvar Smári spyr, hvor er betri að þínu mati, Ronaldo eða Messi? Messi er besti fótboltamaður allra tíma, þannig að það er í lengi sem það er ekki hægt að bera neitt saman við það. Ok, ég er að taka þetta pínu hratt þetta núna, ég er að reyna að koma sem flestum að, það er enda hrannast hérna inn. Elvar Smári spyr þig, Ingvar Páll spyr þig, hvert er þitt lið í Pepsi-dildinni? Hvert er mitt lið í Pepsi-dildinni? Ég á ekki neitt lið í Pepsi-dildinni, ég held með HK, en ef ég ætti að velja eitthvað lið þá var það líklega Breiðablik eða Valur. Hvernig er þetta að halda með HK stiðja samt Breiðablik? Það er ekki svona eins og City United og eitthvað svona? Nei, það er ekki þannig. Það er ekki þannig, segir þú. Hver er besti rapparinn á Íslandi? Spyr Hjálmar þig. Það er Blas Róka. Andrés Már spyr hvort myndir vilja hitta frekar Pitbull eða Stallone? Stallone. Já, og svo er þetta ég næ ekki öllum því miður. Bomba einhverju. Síðast eða Róbert Óliður með hverjum heldur í brasilísku deildinni? Ég held með Santos. Santos, segir hann. Þetta var Q&A. Ég byrst afsökunar, ég kom ekki öllum spurningunum í loftið. Við höfum bara ekki tími meira í dag. Við verðum með Pétur Jóhann í sama lið á morgun. Við ætlum að fá núna Snoop Dogg, Young, Wild and Free og svo er það tuðhóðni, þannig að við erum eitthvað gott tuð. Farið að hlaði það. Þannig að eiginlega meira líkur að geta hitt Pitbull út hjá þetta. Hvað heldur að Pitbull sé að deyja? Nei, hann er náttúrulega... Nei, Stallone sé? Stallone reynda nógu eftir, sko. Já, hann verðist einhvern veginn alltaf tóra þarna, kallinn. Já, líka verður með bestu mynd sumarsins í ár, Expendables 2. Já, ég er enda hlagt til að sjá hana. Ég verð að gefa Stallone það að ég hafði mjög gaman að eina sem vantaði í síðust Expendables mynd og þessa er Steven Seagal. Verður hann með núna? Já, ég held bara Steven Seagal er svona aðhlátusefni í Hollywood, þannig að ég held að þetta ekki aðhlátusefni í Hollywood. Jú, Seagal er búin að hrunið yfir svo svakalegt. Herðu, ert það grínast þessi Expendables mynd er full af aðhlátusefni, sko. Óbóðslega grátlegt að fylgjast með ferðinum að Seagal eins og hann var eins og hann flottur. Já, einmitt, að því hann bara byrjar að móka út plötum og myndum. Nei, hann er búin að leggja í 3-4 myndum á ári og það er enginn að grossa meira kannski en $2 milljónir. Hann er með sitt eigi kvikmyndafyrirtæki sem er að skopla þessu út og hann fær allt beint í mönin í vasan sinn. Já, fer allt beint út á DFD, hann fær aldrei að fara á frumsýningar eða neitt svo leið. Ertu búin að heyra diskinn Songs from the Crystal Cave með Steven Seagal? Málega er það, þetta er að verða einhver svona fígúra. Einhver fígúra? Hann getur alltaf sínt svipri. Síðustu myndir að Sheep Impact, Born to Raise Hell, Dangerous Man, The Keeper, Driven to Kill, Against the Dark. Driven to Kill? Ég er að segja, þú ert ekki eins og búin að sjá þessa myndir. Rándýrt nafn, er þetta komið það? Hann er búin að, já, hann bara, hann hrundi allt í einum.
Allt hrundi hjá kallgreinum. Nei. Hann er on the top of his career. Nei, ég myndi segja að það hrundi allt eftir Exit Wounds. Hún var frábær. Exit Wounds var frábær. Glimmermenn frábær. En hann lenti og þú veist, komið þarna hræðilega myndir eins og Belly of the Beast og eitthvað svona. Ertu búin að sjá þættina Lawmen? Hann er að leika löggu og hann er ekki að leika löggu, hann er lögga. Já, það er sem að vera að hlæja á honum í því. Hann er ekki að leika löggu. Fólk er að hlæja að honum en ekki... Akkur er verið að hlæja þegar hann að setja sig í löggubúningur og hjálpa lögreglunni að móti. Þetta eru spennuþættir hér og þetta er ekki grínefni, Ég veit hvernig Sly Stallone talar hann og hann bara svona... Hvernig Sly Stallone? Þú veist að Sly Stallone bað hann að leika í... Herru, þetta er dagsatt, farðu og googla þetta. Hann bað hann að leika í Expendables. Seagal gaf ekki að því hann var að fara að leika í Machera. Hinni myndinni. Nei, hann myndi aldrei biðja að því að orðspor Steven Seagal hefur hrunið svo hrikalega og... ekki að hlusta á þetta mann. Kall greið, hann er í svona krísu. Ekki láta það er 50 dagur, ég er í góðum feeling, ég var að vinna flottulega keppnin, ekki fara að eyðileggja fyrir mig með því að rakka niður Steven Seagal. Það er maður sem er gjörsamlega með allt á hreinu. Við ætlum að fara hérna í örstuð skilaboð og svo er það tuð-hornið, þannig að nú erum að gera að, hlaði gott tuð. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC, aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Á Wilsons færðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Evrópufrumsýning á Íslandi. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Þáttaröð af Game of Thrones hefst á mánudaginn. Þættirnir verða sýndir aðeins nokkrum klukkustundum á eftir Bandaríkjunum. Tryggður áskrift í síma 5 12 51 00 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það eru Hunts og Egil Skull sem færa þér Game of Thrones á Stöð 2. Róthásborgarinn er búinn að slá í gegn. Kíktu við á Róthás. Snorrabraut 56. Gerrard, Terry, Rooney og þú. Fyrsti vinningur í getrunum stefnir í 220 milljónir og hefur aldrei verið stærri. Tippaðu fyrir klukkan 13 á laugardag. 1x2. Við tippum. Vertu með frá upphafi. Siggalund.is opnar 1. apríl. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það. Hugsun þig. Magni, Hugaró, FM 95 Blöð með ykkur hérna til 6 í dag og ég vil hvetja alla króksara sem er á Reykjavíkursvæðinu að drulla sér á völlin í kvöld. Það er KR Tindastóll, fyrsti leikurinn í úrslitakeppninni. Það er svona svolítið lélegt að þú skulle ekki með það. Ég kennst ekki að fara að keppa í keilu, maður. Já, ég veit að okkur sleppir í keilu. Þú ert eini gæðin sem mætir alltaf. Þeir nenni aldrei að mæta og þú mætir alltaf. Já, við erum með rándýrlið í kvöld og ég er fyrirlið og eigandi, ég verð að mæta. En annars hefði ég potið fara á leikin. Það er lélegt, svakalega lélegt. Ég er að hvetja alla aðra króksara til að drífa þessa leikin. Ég hefði 100% farið, ég verði ekki að fara að keppa sjálfur. Það er svona þegar maður er íþróttamaður. En það er hins vegar komið að lið sem er vikulegur hérna hjá okkur Hjöppa. Nú þarf fólk að grípa upp síman ef það er eitthvað sem það þarf að tuða yfir og þetta er eina skiptið á FM 957 sem að þeir fá að tuða enda er þetta hressasta tónlistastöðin í bænum. Tuðhornið í FM 95 Blö. Áætt er það að fara að moka göturnar. Strákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt þá drep ég mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir, hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt akka vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara tónalug. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Símin er 511 0957. Það er hárrétt, símin er 511 0957 og Hjörvar, við verðum til eitthvað gott tuð í dag, eða ekki? Jó, bara eitthvað vandað og... Já, vandað tuð, það er það besta sem við fáum. Þau eru misgóð eins og þau eru mörg. Það fólk ekki að tuði við forseta eitthvað... Nei, tekum á þessu. Kostningum með eitthvað. FM 95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhotni. Góðan dag. Góðan dag. Er ég glæðið að fara að tuða í honum Hjörvari? Já. Tuði Hjörvari, já. Láttu vaða. Hvað heitir þú? Elvar Smári. Já, Elvar Sár. Þetta á Twitter-vekkin hjá þér að... Já, ok. Já, en að Ronaldo er miklu betur með því. Já, ok. Því að hann hefur
Hann búinn að sanna sig í ensku og spænsku og með landsliðinu. Messi getur ekki raskat með landsliðinu og er bara góður spænsku. Þetta nú ekki alveg rétt hjá þér. Messi ekki alveg öflug með, hann bara ekki eins góður með landsliðinu og með Barcelona. Þú ert meira að lífast við Hjörvarinn að tuða þarna. En þetta bara þín skoðun, takk hérna fyrir þetta. Takk hérna. Takk fyrir þetta, Önur. Ok, já, þetta ekki rifrildishotn, þetta tuðhotn F95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhotni. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, þú ert nú hress að heyra. Ég mjög ósáttur í þig þetta. Nú, okkur? Af því að þú ert bara með eitthvað bull í Hjörvari, sko, þetta Samsær. Já, nákvæmlega, hvað heitir þú kall? Ég heiti Siggi. Samsæri með hvað? Þetta bara rugg með þetta lag, sko. Þú ert bara, sko, að velja þessu hringin. Nákvæmlega. Ég að velja þá? Það er ekki hringin í benguðinu og eitthvað. Ég held nefnilega að það sé nefnilega málið. Ekkert ertu komin í það, kortir í 5? Kortir í 6? Já, ég er blekkaðurinn. Ég veit ekkert hverju að ringja, ég get svo svarið það. En þetta er hérna góð tilgáta höfður, ég þakka þér kærlega fyrir þetta. Tilgáta, þú varst með eitt lélegasta lag sem ég heyrst hefði. En takk kærlega fyrir þetta, Önur. Það er breytt fyrir næst. Það er svo verður að breyta. Já, við breytum þessu, takk fyrir þetta. Já. Við erum ekki að fá eins vanda tuð og við vildum hjöpi, við skulum gefa þessu smá séns hérna. FM95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhotni. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu? Já. Ég vil tuða yfir umferðarmenningu. Umferð, já, það er svolítið vinsælt tuð hjá okkur, ok? Já, sko, þetta er náttúrulega, sko, ég bý á Suðurnesjunum. Já. Og þar er það sem við kalla stöðunarskylda, það er eitthvað sem að enginn þekkir hérna. Ok. Og mér er sér að gegn svo langt áðan að mér er sér að löggan svínaði fyrir mig á stöðunarskyldu. Það er ekkert annað. Já, þeir nefndi ekki eins og að stoppa. Nei, við erum enn ekkert að virða hana nýri Reykjanesbæ. Nei, blessa þessu, þeir hafa ekki hugmyndu hvað þetta 600 skilti þýðir. Er ekki bara Suðurnesjamenn líka konur í gírinn, úrslagkeppni í körfuna að byrja og svona þeir eru nenni ekki að pæla í hvernig þeir eru að kera? Mönnum liggur á. Þeir þurfa nú að byrja að hitta á körfuna og þeir eru að fara að monta sig þessu. Já, þetta er, ég heyri við erum aðtunni töðara hérna. Þannig að þú vilt töða yfir stöðunarskildunni þarna á að menn skil ekki verið hérna. Já, bara taka þessa vitlýsinga og berja á með skiltinu og kannski veita eitthvað nættur út. Já, það er, þú þarfst að taka þetta bráði. Já, ég skal banka í 2 hérna með skiltum, það er ekkert vandamál. Herðu, takk hjálpa fyrir þetta, Önur. Ekki málið. Þetta var besta tuð dagsins, við skulum gefa 2-3 séns hérna. FM95 Blöð, góðan daginn, áttu gott tuð handa okkur? Já, góðan daginn. Góðan dag. Nú er ég upp í vinnu og það er eitthvað óhljóð í oppanum hérna. Já, ok, skemmtilegt. FM95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhótti. Góðan daginn. Góðan dag. Herðu, ég ætla að fá að tuða hérna hann félaga minn. Já. Hann heitir Finnur. Finnur? Hann var að kaupa sér PlayStation 2 fyrir hérna, nei. PlayStation 2? PlayStation 3 segi ég. Já. Fyrir 3 vikur síðan. Já. Og hann er bara búinn að vera algjör faggi, bara inni í tölvunni í 3 vikur. Já, lætur ekkert sjá sig. Bara ekki símanu sínum og ekki neitt. Nei, ég þekki þetta vandamál. Ég á nokkra vinir sem eru addicted to video games. Shit, maður, herðu Finnur, ef þú ert að hlusta, fara aðeins að taka pásu í FIFA og blanda í geðu samfélagið. Það er alveg óþólandi. Þetta er flott, já, takk. Þetta var vel gert. Ok, bara, þetta var rándist, bara. Farðu að blanda í geðu við samfélagið. Herru, tökum, Hjöppi, þú ræður, er þetta síðast eða? Já, ég vil líka fá kvennkynstuðu nú. Já, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað heitir þú? Ísak. Ísak? Já, ok. Þarna kom það ekki. Blessaður Ísak minn. Sælvinur. Hæ. Ég ætla að kvarta yfir framistuðu Liverpool. Já. Þeir eru búin að vera umulegir undanfari. Já, það er ekki búin að gott skrifa. Þeir reyndar eru ennþá í byggarnum og svona. Já, samt. Þannig að þú ert brjálaður. Já. Brjálaður í Liverpool. Og takk fyrir þetta, Önur. Ok. Hjörvar, ég byrði að fara að valega þegar þú svarar þessa ungu mönnum sem er að ringja þetta inn með ómóta rödd. Fáum 1 tuð í viðbót, síðasta tuðið. FN95 Blöð, góðan daginn, segðu mér og ég gott tuð. Góðan daginn. Góðan daginn. Mótið Liverpool. Ha? Æ, þessi datt út. Góðan daginn. Halló. Velkomin í tuðhóttni. Já, það er mikið margt kemst inn. Það er nákvæmlega svona að byrja þetta. Hvað heitir þú? Málið er það hérna, Gísli heiti ég. Málið er það hérna fyrir hálfum mánuð, þá voru þið með þáttinn og voru hérna klára þáttinn og flýtingur hann upp á hérna skapillu góruluna til þess að horfa Manchester United spila. Já. Og hérna þið kvöttu þáttinn með að segja, herru,
Hafa það gott í kvöld sem að fara út á skemmtingu. En hvað með menn eins og mig sem var bara heima í rólegheitum? Já, það er... Ég bara leiðast, hvernig var það? Nei, alls ekki. Bara segir það svona þið sem eru að fara út í eitthvað gleðskap, góða skemmtun. Já, okkur kvöldu ekki bara til allra og segja hafið það gott, allir í kvöld. Já, ég hef átt að segja á þið sem ætli að vera róleg, hafið það gott. Já, eitthvað svoleiðis. Já, ég byrst afsökun á þessu. Já, þetta var fyrir neðan allar heldur þarna, ég veit það. Ég er sammála því. Já, ég er búin að bíða halva mánuð til þess að ná þessu dæmi. Já, þetta situr í þeim, maður. Já, þetta satt í mér. Náðu ekki inn síðan 5. dag. Það hakkaði kjalla fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Unnur. Nú fer ég að hafa páskegg. Það er eitt egg. Þetta var síðasta dagsins. Við ætlum að fá Take Care með Dreykor í Hönnu og við þakkum öllum fyrir sem að tuðu og byggjumst afsökunar þeir sem að náðu ekki inn. Morgunþættinum Magazín, alla virka daga millir 7 og 10. Trýtaðu þig, núna, hraðpenningar.is. FM 957 og Motorola Razr kynna sérstaka FM-forsýningu á Wrath of the Titans næsta 5. dag, klukkan 20. Annar hluti myndaseríunar sem gefur fyrir hlutanum Clash of the Titans ekkert eftir. Þegar guðirnir berjast, hefur það áhrif á alla. The end of the world. Fylgstu með á FM 957 og þú getur fengið miða á þessa sérstöku forsýningu. FM 957 og Motorola Razr. Úrilla Górillan kynir Heineken Bingo í kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken. Endurgreiðsluleikur Orkunnar í fullum gangi í þessu mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða may Orkan vera með þér. Orkan. Nóa Kropp. Bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. 1909.is 1909 Það er einhver hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki báfs. Akkur ferð ekki bara ná smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Fljótt? Já. Gott? Ó já. Roadhouse. Snorrabraut 56. Fullfermi af fermingarbúnaði, spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Ég veit hvað sem erfitt þetta ég myndi það mikið, frábært. Ég var svo stressuð, þetta var svo flott. Þú var stundum pínu fölsk, þetta var fullkomið. Hæfileikakeppni Íslands hefst annað kvöld á Skjá 1. Hringdu núna í 5956000 og við opnum strax. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Hljóðkort, hljóðnemar, tónlistarforrit, heyrnartól og hátalarar. Heimastúdíói færðu hjá okkur. Hljóðfærahúsi Tónabúðinn, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Taktu þátt í páskamyndasamkeppni Fréttablaðsins og þú gætir átt forsíðumyndina í Páskablaðinu. Skilafrestur mynda til hádegis 3. apríl og þemakeppninnar Páskastemming. Nánari upplýsingar í blaðinu í dag. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Túborg kynnir, nýir og spennandi tónar á kreppukvöldi á Bar 11 í kvöld. Músíktilraunasveitin Bakkus treður upp, húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Bjór á 450 og skot á 450. Bar 11 og Túborg fyrir nýja og spennandi tónlist. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköldlóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 9. Það hárið eftir FM 95 Blö með ykkur alla virka daga frá 4 til 6. Klukkuna vantar, 4 mínútur í 6. Þannig að það er nú ekki mikið eftir að þessum þætti. Ég vil þakka kærlega fyrir hlustununa í dag. Og það er eitt hérna Hjöppi, Arnór B. Hafsteinsson hérna á Twitter. Baðum að svona, hann orðaði kannski aðeins betna, að grjóthalda kjafti og ég átti að láta það vita að Sheep Impact sem varst að tala um hérna aðan, það er 4 mínútur stuttmynd. Þannig þetta er ekkert ennið en þessum myndum sem hann er að gefa út, sko. En ég var bara að lesa hennar sorgarferil sem að kalla. Þú veist ég er að fara að keppa í Keilu í kvöld, þú veist hvað liðið okkar heitir? Þetta er bættilega Steven Seagal að þið er að gera grín á honum. Já, þið verum ekki að grína á honum. Þetta er bara eitthvað vildsíkur. Nei, hættu þessu, ekki ákveð svona, ekki ríða að dissa það sem að þú fílar.
Nei, allt í lagi að þú segir, þú veist, minnst allt í lagi að þú segir bara þetta ekki góð að leikara þínum Já, en þetta bara, þú veist, þetta eitthvað grín hjá okkur Nei, þetta ekki lítið úr kalli sem á bátt Þá þetta svipa grín og pitbull hjá þér hann var svo óeppinn sá strákur hann pitbull og hann var bara með held ég 4 vinsælustu lögin árið 2011 Já, hvað er Sigurður átt marga bílum sem að fara á toppinn? Já, það var fyrir 20 ára síðan Já, hann er bara í öðru sem bransa núna Hann er komin í tónlist líka Hann er smá krísa Við þakkum kærlega fyrir hlustun í dag við Hjöppi, ég og Pétur Jón Sigfússon verðum mættir hérna morgun klukkan 4 19:09 Hvernig er kvöldið hjá þér Hjöppi? Það er aksjónpakt Það er aksjónpakt Það er alltaf þannig Það er alltaf nógum að vera hjá þér á 50 Spa Hjöppi, já meira spa bara meira spa og svo heim og svo Já, ég hveit alla Tindastólsmenn til að drífa sig í DHL höllina, heitir þetta það ekki? Og klukkan hvað byrjar leikurinn? Kortur við 7 Já, og óska Tindastólsmennum góðs gengis Það er alveg að kíkja á þetta Já, mér langar ógeðslega að sjá hann, ég var ekki að keppa sjálfur, það myndi pottitt fara Spurning hvort maður taki leikinn á króknum Og já, óska bara öllum hinum liðanum í úrslitakeppninni í körfubolta góðs gengis Og hei í dag, Hjöppi, takk fyrir að vera með mér Æði og gengur betur næst í flottulegakeppninni Ekki komið eitthvað með Sash En við viljum enda þetta á lagi sem ætti nú heima í flottulegakeppninni mínum mati Einn besta hljómsveit heims, Muse, Resistance Heyrjumst á morgun Virka mótna á FM 957 Nú eru páskarnir á næsta leiti Og FM 957 er með glaðning fyrir þig Nói Sirius Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10 Ávallt ferskir